Þegar fólk fór að pæla úr hverju hlutir voru, pæla í efnum, mismunandi eiginleikum þeirra, skrá þá þekkingu sem var til og útskýra fyrir öðrum svo hægt væri að nýta þá þekkingu og byggja ofan á hana, var til þörf til að búa til eins konar skráningakerfi yfir efni og eiginleika þeirra. Eitthvað sem allir getur skilið óháð því hvaða tungumál þeir töluðu. Smám saman tókst að búa til samræmt kerfi, einhvers konar ritmál efnafræðinnar. En hvernig þetta ritmál? Hverju frumefni sem við þekkjum gefið tákn og táknið annarkvort einn stór bókstafur, til dæmis hefur frumefnið vetni efnatáknið stórt H og frumefnið súrefni efnatáknið stórt O, eða einn stórstafur og einn lítill. Þannig hefur líþín efnatáknið stórt L, lítið I og gull efnatáknið stórt A, lítið U. Þannig að með því að skoða tákn efnis getur maður séð hvort frumefni að ræða. Þessi tákn svo hægt að nota til þess að skrá niður efnaformúlur. Efnaformúla vatns sennilega eitthvað sem þú hefur séð áður. Hún H2O. Þegar við lesum úr þessari formúlu sjáum við að hreint vatn myndað úr tveimur frumefnum, vetni sem hefur efnatáknið stórt H og súrefni sem hefur efnatáknið stórt O. Það sem við getum líka lesið að efnasambandið sem þessi frumefni mynda þannig að tvær vetnisfrumeindir, H2, tengjast einni súrefnisfrumeind, O. Ef við skoðum efnaformúluna fyrir borðsalt, NaCl, sjáum við að það líka myndað úr tveimur frumefnum, natrín sem hefur efnatáknið Na og klór sem hefur efnatáknið Cl. En það sem að það engin tala í þessari formúlu, segir hún okkur að á móti einni natrínfrumeind ein klórfrumeind. Og nú þekkir þú aðeins til ritmáls efnafræðinnar og það á örugglega eftir að nýtast þér vel í næstu þáttum.